Landsmenn fá á næstu mánuðum leiðbeiningar frá stjórnvöldum hvernig bregðast á við stríðsátökum eða hættuástandi. Utanríkisráðherra segir ekki ástæðu til að óttast en mikilvægt að vera á varðbergi. Samband íslenska sveitarfélaga styður tillögu ríkissáttasemjara til að leysa kjaradeilu kennara. Fundað var stíft hjá sáttasemjara í dag til að freista þess að forða verkfalli. Starfsmenn Palestínuflóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna ætla að reyna að halda áfram að veita aðstoð þrátt fyrir bann Ísraela. Yfirmaður hennar í New York segir bannið hafa skelfilegar afleiðingar. Kona á Akureyri er óvinnufær og axlarbrotin eftir að rottweilerhundur réðst á hana þar sem hún var á síðdegisgöngu. Lögregla rannsakar málið og óskar eftir vitnum að árásinni. Og Djúpavogsbúar á öllum aldri lærðu gömlu dansana í vikunni og teljast gjaldgengir á þorrablót annað kvöld. 12 ára piltur æfði með ömmu sinni og þykir efnilegur bæði í vals- og fugladansi. Gott kvöld. Landsmenn fá á næstu mánuðum leiðbeiningar frá almannavörnum hvernig þeir eiga að bera sig að brjótist út stríð hér á landi. Skulum byrja aftur. Landsmenn fá á næstu mánuðum leiðbeiningar frá almannavörnum hvernig þeir eiga að bera sig að brjótist út stríð á hér á landi eða annars konar hættuástand. Utanríkisráðherra segir að fólk þurfi ekki að hræðast en mikilvægt sé að vera á varðbergi. Danir, Norðmenn, Finnar og nú síðast Svíar hafa allir uppfært áætlanir sínar og sent almenningi leiðbeiningar hvernig þeir eiga að búa sig undir stríð eða annars konar hættuástand. Om krisen eller kriget kommer. Vi lever i en orolig tid. Krig, cyberattacker, extremväder och allvarlig smitta är några saker som kan drabba oss. För att stå emot hoten behöver vi hålla ihop. Almenningur hér á landi fær sambærileg skilaboð á næstu mánuðum. Við erum komið með þetta í vinslu og þetta er náttúrulega unnið þvert á ráðuneyti. Ég er bara með í ráðuneytinu hjá mér með landsbæklingi frá Noregi og Svíþjóð og við ætlum að læra svona það besta og taka það besta og skynsamlegasta frá öðru þjóðum en síðan líka taka tillit til íslensks veruleika. Það er að ýmsu að huga ef hættuástand verður. Fyrst og fremst er lögð áhersla á að eiga vatn og nóg af því, helst í stórum flöskum eða dunkum. Þá er gott að eiga mat í niðursuðu dósum og annan geymsluþolinn mat eins og hrísgrjón eða pasta. Þá er einnig gott að eiga til dæmis matarolíu eða súkkulaði. Ógnarmatið hefur breyst og við verðum að taka tillit til þessara ógna sem hafa verið að raungerast undanfarin ár. Það er möguleiki á því að það verði framinn hér mögulega skemmdarverk í þeim tilgangi að skerða þjónustu við almenning og þannig að líkurnar á beinni hernaðarógn hér á landi eru nú sem betur fer mjög litlar. Runólfur segir að í ljósi þess að Ísland er land náttúruhamfara séu til leiðbeiningar hvernig bregðast eigi við, verði einhvers konar rof á þjónustu eða rekstri og að uppfærðar áætlanir verði sambærilegar. Þær verði tilbúnar á næstu mánuðum og í framhaldinu verði leiðbeiningarnar sendar í hús. Það er ekki ástæða til þess að vera hrædd. En það er ástæða fyrir okkur að vera vel undirbúin og þetta er liður í því að vera á varðbergi, vera undirbúin þannig að ekkert komi okkur á óvart. Það eru ógnir sem steðja að okkur og við verðum að horfast í augu við það, segir sviðsstjóri almannavarna. Þess vegna þurfum við að vera búin undir hvers kyns vá. Það er ekki bara náttúruógnin sem við þurfum að glíma við hér á landi. Heldur er það að við þurfum að horfa til þess að undirbúa okkur undir einhvers konar svona sviðsmyndir. Enda hafi þróun heimsmála verið með þeim hætti að hinar svokölluðu fjölþáttaógnir séu víða. Utanríkisráðherra segir að mikil áhersla hafi verið lögð á varnir. Er búið að gera nóg? Nei, alls ekki og það er kannski það sem
þessar vendingar síðustu daga og vikna segja okkur og við þurfum að gera meira. Hún vill fylgja fordæmi Dana. Horfa meira til norðurslóða og Grænlands og norður Atlantshafsins og ég tel að við Íslendingar höfum mikla hagsmuni af því að svo verði. Við höfum að fagna þessari áherslu og vera síðan eins og við getum fullir þáttakendur bæði í gegnum NATO, í gegnum varnarsamningin, tvíhliða varnarsamningi við Bandaríkin en líka að efla og styrkja enn frekar norræna samstarfið. Runólfur segir mikilvægt að vera á varðbergi. Já, staða heimsmála hefur þróast á þann veg undanfarin ár að við þurfum hér í auknum mæli að horfa til þess að hér geta orðið óbeinar hernaðarógnir í formi skemmdarverka. Hann undirstrikar að ekki sé talið að bein yfirvofandi ógn sé til staðar á Íslandi. Ég held að við eigum ekki vera hrædd og ég bara hvet fólk til þess að vera ekki hrætt við stórkarlalega yfirlýsingar sem við lesum í fjölmiðlum, heldur að sýna bara skynsemi, sýna fyrirhyggju. Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði í dag frá kröfum foreldra leikskólabarna að viðurkennt yrði að verkfall leikskólakennara væri ólögmætt. Hópur foreldra barna í 4 leikskólum, þar sem kennarar voru í verkfalli í fyrra, töldu að það hefði haft neikvæð áhrif á börnin og fjölskyldur þeirra. Héraðsdómur vísaði málinu frá og þar kom meðal annars fram að það væri félagsdóms að skera úr lögmæti verkfalla, ekki héraðsdóms. Kennarar réðu ráðum sínum hjá ríkissáttasemjara í dag eins og samninganefndir ríkis- og sveitarfélaga en deilendur hafa til klukkan 13 á morgun til að bregðast við tillögu ríkissáttasemjara lausn í kjaradeilunni. Heiða Björg, það kom fram í tilkynningu núna rétt fyrir fréttir að Samband íslenska sveitarfélaga styður þessa tillögu ríkissáttasemjara. Já, við höfum fundað eiginlega í allan dag, bæði stjórn sambandsins og við fengum til skrifstofur aðgerða líka sveitarstjóra landsins og þetta er ekki auðveld ákvörðun, það er auðvitað kostnaður fyrir okkur en við erum tilbúin til þess að fara þessa vegferð með kennurum. Okkur finnst mikilvægt að þessi stóra starfsstétt hjá okkur sé ánægð. Við erum tilbúin til að fara í þá vegferð að meta virði þeirra starfa, það er það verkfæri sem við höfum og fjárfesta betur í menntun barna og aðbúnaði, bæði kennara og barna. Það mun auðvitað krefast mikils á okkur en okkur finnst mikilvægt að það komi fram að það er fullur vilji sveitarfélagana að standa með þessu mikilvæga verkefni sem er auðvitað stærsta verkefni hvers sveitarfélags að ala upp börn og búa gott start í lífinu. Var einhugur meðal stjórnenda sambandsins að styðja þessi tillögu? Já, það var einhugur meðal innan stjórnar að gera það. Við höfum auðvitað gert hann öðruvísi ef við höfum fengið að ráða, ef við höfum búið hann til ein. En þetta er miðlunartillaga og margir segja að miðlunartillögu séu bestar ef allir eru bara svona þokkalega sáttir. Við ræddum okkur niður það, við erum allan öll tilbúin til þess að standa með þessari tillögu og fara í þetta af heilum hug og vonum að kennarar séu tilbúin til þess með okkur. Og sveitarfélögin, eru þau tilbúin að komast til móts við kröfur kennara, ég vil þó svo að feli í sér mikinn kostnað? Sko við höfum farið í þessa vegferð, þessa virðisvegferð með öðrum opinberum starfsmönnum. Þetta krefst þess að við vinnum saman af því að meta virðisstarfana og skoða kjarasamninginn saman. Þannig að hér er ríkissáttasemjari búin að bjóðast til þess að verkstýra því nokkra mánuði fram í tíman og okkur finnst bara ábyrgt að segja já við því. Og hvað er þetta mikill kostnaður? Það kemur auðvitað fram á morgun, ríkissáttasemjari bað okkur að þegja yfir tölunum, en þetta er auðvitað umtalsverður kostnaður fyrir sveitarfélögin. En það er auðvitað mikilvægt fyrir okkur, við sjáum að við getum gert betur í menntakerfinu. Við sjáum það bæði á niðurstöðum prófa og PISA og annað, við sjáum það líka á ánægjukönnunum og veikindatölum kennara og núna klárlega í verkföllum. Við verðum að gera betur og við verðum að gera það innan þess ramma sem er mögulegur og við teljum að þetta sé mögulegt og viljum gjarnan fara í þetta með kennurum að búa þeim betri aðstæður og auðvitað búa börnunum okkur þar með betri aðstæður. Meinum þetta á morgun. Takk fyrir Heiða Björg. Takk fyrir. Ef Palestínu flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna getur ekki starfað á Gaza er ljóst að ákvæði vopnahlés samkomulags að þangað berist mannúðaraðstoð er ekki uppfyllt. Þetta segir yfirmaður sendiskrifstofu stofnunarinnar í New York. Lög bann við starfseminni í Ísrael tóku gildi í gær. UNRWA, Palestínu flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna, hefur síðan 1949 veitt 100.000 palestínskra flóttamanna grunnþjónustu, svo sem menntun og heilbrigðisþjónustu. Stjórnvöld í Ísrael sökuðu nokkra starfsmenn hennar að hafa tekið þátt í árás Hamas 7. október 2023 og bönnuðu starfsemina.
Yfirmaður sendiskrifstofu UNRWA í New York segir starfsmenn harð ákveðna að beita öllum ráðum til að halda áfram að veita Palestínumönnum hjálp. En sé lítið vitað það hvernig Ísraelar ætli að framfylgja banninu. Við getum ekki bara labbað í burtu með skottið á milli lappana þegar fólk þarf á aðstoð að halda og við höfum skýrt umboð. Þetta er miklu stærra en UNRWA. Við erum partur af Sameinuðu þjóðunum og þess vegna er mikilvægt að líta á þetta þannig að eitt aðildarríki þá ekki að komast upp með það að gera út af við Sameinuðu þjóðarstofnun eitt og sér. UNRWA hefur verið hryggjarstykkið í mannúðaraðstoð á Gaza síðustu 15 mánuði og er með 13.000 starfsmenn þar. Greta segir afleiðingarnar fyrir Palestínumenn skelfilegar njóti UNRWA ekki lengur við. Ef að UNRWA getur ekki starfað lengur á Gaza að þá er nokkuð ljóst að ekki verður hægt að uppfylla þau ákvæði sem að eru í vopnahléssamkomulaginu mannúðaraðstoð inn á svæðið sem gæti sett vopnahlé sjálft í hættu. Greta telur mikilvægt að starfsemi UNRWA verði hluti af áætlunum uppbyggingu á Gaza og 2 ríkja lausn. Enda séu engin samtök eða stofnun sem geti tekið að sér hlutverk hennar eins og sakir standa. Ef að það verður ekki, þá bara spyr maður sig hvernig ætlar að vinna að uppbyggingu ef að þú veitir ekki almenningi á svæðinu þá grunnþjónustu sem þarf til þess að byggja upp almennilegt þjóðfélag. Sunnanstormur gengur yfir landið með mikilli rigningu. Það er asahláka og búist við snjó- eða krapaflóðum nokkuð víða á landinu. Óvissustig vegna ofanflóðahættu tók gildi klukkan 4 á sunnanverðum Vestfjörðum og tekur gildi klukkan 8 í kvöld fyrir sunnanverða Austfirði. Samgöngur hafa víða raskast vegna veðurs bæði innanlands og millilandaflug og Hellisheiðin var lokuð tíma í dag og er það enn. Appelsínugular veðurviðvaranir verða í gildi til hádegis á morgun og það er varað við mikilli úrkomu en hún hefur valdið töluverðu álagi á fráveitukerfið á höfuðborgarsvæðinu. Og það er eins og við sjáum mikill vatnselgur á götunum. Ástrós Signíadóttir, fréttamaður okkar, er úti í rigningunni. Ástrós, það rignir greinilega enn. Já, það rignir svo sannarlega enn og í svona vatnselga er hætta á að það flæði upp úr niðurföllum. En hjá mér er hún Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna. Silja, hvernig hefur gengið það sem af er degi? Það hefur bara gengið mjög vel. Ekki komið mikið að símtölum, en þetta er kannski rétt að byrja. Sveitarfélögin og Veitur eru mjög vel undirbúin og vinna vel saman til þess að tryggja að niðurföllin séu það flæði niður í fráveitukerfið eins og við viljum að það geri í stað þess að vera á götunum. Hvað er það sem að þið ráðleggið fólki að gera í dag og kvöld og næstu daga? Það sem viljum gjarnan að fólk geri og hjálpi til við er að hreinsa frá niðurföllunum og gera það reglulega því að niðurföllin þau safna að sér drasli og krapa og þá stíflast þau og þá þarf bara aðeins að hreinsa frá þeim til þess að vatnið greiða leið niður í fráveitukerfið, þangað sem við viljum fá það. Já, takk fyrir þetta Silja og við hvetjum vegfarendur til að fara varlega því að aðstæður til aksturs eru víða orðnar varasamar hér á höfuðborgarsvæðinu. Takk fyrir þetta, Ástrós. Theodór, hvað segir þú eftir að bæta í úrkomuna? Já, það á allan eftir að rigna hjá okkur næstu klukkustundir og það er svona nýjustu spár að benda til þess að það verði ákveðin toppur núna í kringum miðnættið sunnanvert landi reyndar og það getur tekt sig þá hér inn á höfuðborgarsvæðið. En síðan eftir nú aðeins svona úrkoman að verða slitróttari eftir það. En það er mun áfram samt sem áður rigna í nótt og morgun. Hvar á landinu verður þetta verst? Þá úrkoman sjálf. Það er náttúrulega bara klárlega þá á Suður- og Suðausturlandi, sérstaklega í fjallendinu þar er að sjá mikla ákomu og úrkomu sem er að falla í fjallendinu og það náttúrulega leitar allt til sjávar eins og alltaf. En einnig dágóðar skvettur hér vestan til á landinu. Hvenær sjáum við svo næsti sólar? Já, það er svona ekki víst að verða neitt mikið þá næstu dögum. Það er lagðagangur svona sem allar stjórna veðrinu hjá okkur næstu daga. Þú fer betur eftir. Takk fyrir.
Framkvæmdir við kjötvinnslu í vöruhúsinu við Álfabakka í Reykjavík hafa verið stöðvaðar. Þetta kemur fram í bréfi frá byggingafulltrúa Reykjavíkurborgar. En þar segir að ekki hafi verið gerð nægilega góð grein fyrir því rými í húsinu sem ætlað undir kjötvinnslu. Þá liggi ekki fyrir upplýsingar hvort félagið Álfabakki 2A hafi tilkynnt vinnsluna og líkleg umhverfisáhrif hennar til Skipulagsstofnunar. Í vöruhúsinu gert ráð fyrir rúmlega 3000 fermetrum undir kjötvinnslu. Kona slasaðist þegar rottweiler hundur réðst á hana á Akureyri. Lögregla rannsakar málið og auglýsir eftir vitnum. Hafdís var á síðdegisgöngu í hverfinu þegar hún sá mann út undan sér með rottweiler hund í taumi. Hún hélt göngunni áfram þar til skyndilega var rifið í hana. Heldur allt í öxlina á mér og rífið mig niður og ég skell inn í gangstéttina og hann heldur ennþá olnbogann. Svolítið stund svo kemur strákurinn að og ber hann að hætta þessu að sleppa takinu. Hundurinn sleppti þá takinu og maðurinn hringdi á sjúkrabíl. Fullvaxnir rottweiler hundar geta verið alltaf 60 kíló. Og ég finn þess að hendi bara lamast, bara leiðilega og ég finn svona innan hjólspunni að það eitthvað sker og það en svo kemur sjúkrabílinn og eftir smá stund það var það miklu áverkar að það var kallað út bekknir og það var fóru sundur þrjár sínar og þetta slitnaði. Síðar kom í ljós að öxl Hafdísar var í brotin. Eiginmaður hennar segist ekki hafa gert sér grein fyrir alvarleika áverkana í fyrstu. Og þá liggur hún það bara á dild, kom með morfín í æð og sýklalyf í æð líka og bara mjög kvalinn og mikið blóð í kringum hana. Ég bjóst ekki til svona, kannski bara hundur bitið hana á sem náttúrulega ekki gott, en þetta miklu meira, þetta árás. Hafdís vinnur á hárgreiðslustofu og því óvinnu fær. Ég yfirlega ekki hrædd við hunda en ég veit það örugglega. Ég enni frá svona stóra hunda. Til stendur að lóa hundinum eftir helgi. Málið til rannsóknar hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra sem hefur lýst eftir vitnum af atvikinu. Glæpaalda sem stjórnvöld í Svíþjóð ráða ekki við ríður þar yfir og forsætisráðherra landsins hefur boðað lagabreytingu sem felur í sér að lögregla megi hlera síma barna. Sífellt fleiri börn og unglingar í landinu ganga til liðs við glæpahópa og fremja glæpi fyrir þá gegn greiðslu. Forsætisráðherrann segir brýnt að ná höfuðpaurum hópana sem sumir hverjir haldi sig til í löndum eins og Tyrklandi, Íran og Írak. Lögregla vinni med yfirvöldum ríkjana því að fá þá framselda. En konkret förändring som vi informerade myndighetscheferna om nu på morgonen, det är att vi nu tidigare lägger en helt central lagstiftningsförändring. Och det är att polisen ska kunna använda hemliga tvångsmedel, som till exempel avlyssning, även för barn och ungdomar. Det kan de inte göra idag. Det här är viktigt för att komma åt de beställare som sitter ibland nära, ofta långt borta, ibland till och med utomlands och beställer brott av barn i Sverige. Djúpavogsbúar ætla sér stóra hluti á dansgólfinu á Þorrablóti helgina. Danskennari var á staðnum í vikunu og kendi gömlu dansana og aðra þarf að takta, ekki síður ungu kynslónni. Þetta var dansvika og í íþróttahúsinu á Djúpavogi komið að því að sýna afraksturinn af danskennslunni í grunnskólanum. Jón Pétur hefur í 40 ár farið landið og kennt dans og komin í fyrsta skipti með kennsluna á Djúpavog. En miðað við öll brosin alls ekki það síðasta og tilgangurinn í raun eins konar hópefli. Feimni, hún bara falleg og það bara að vinna með það. Og ég heldur ekki að koma þeim í óþægilega stöðu. Ég reyna að vinna þetta þannig að þau velja sér stundum þann sem við byrja með. Kennið svona svolítið þorratengda dans eins og kokkinn og þannig að þau eru klár þá eftir 2-3 ára að mæta hér á Þorrablót og slá í gegn. Og fullorðna fólkið dregið út á gólf.
Fullorðnum bauðst að koma á æfingu eitt kvöldið og æfa gömlu dansana fyrir þorrablótið. Við fórum á dansæfingu í gær hjá Jóni Pétri hérna á hótelinu og var auglýst og auðvitað dreif maður sig á stað. Og hann var með svona smá sniðulega gömlu dansunum og það var alltaf heilla mig, þessi gömlu dansar. Og jú, það nú þorrablót helgina. Ég bara ótrúlega spennt og spennt að sýna taktana sem ég lærði hjá honum. Við lögðumst að einu dansparinu. Markmiðið að allir geti skemmt sér saman þvert á aldur og til marks það svifu saman í vals langmæðgin, amma og ömmu strákur. Mér finnst það bara alveg frábært. Mér finnst bara að kenna krökkum þetta og að læra þetta. Og hvernig að dansa við strákinn? Það bara ótrúlega gott. Því hann nú ekki búin að vera mjög lengi að læra þetta. Ég hef nú kannski tekið svolítið völdin með að stjórna en hann heldur nokkuð takti. Ég búin að læra að dansa og halda góðum takti. Og hvernig að dansa við ömmu? Það mjög gaman. Og hvað dansuðu þið? Vals og fugladansinn. Ég hlakka bara til að dansa við hann þegar við erum búin að læra svolítið meira. Og það ætlum við að sjá hvað verður í íþróttapakka kvöldsins sem Almar Ormarsson sér Dagur Sigurðsson fyrsti íslenski þjálfarinn sem kemur liði í úrslitaleik heimsmeistaramóts karla í handbolta. Hann segir leikmenn sína hetjur og þakkaði allri króatísku þjóðinni fyrir stuðninginn. Evrópumeistaramótið í skíðaskotfimi fer nú fram á Ítalíu. Mjótt var á munum í sprettkeppni dagsins. Og glæsilegt tilþrif sást á Pebble Beach golfmótinu í gær. Þetta og fleira í íþróttum. Og aðru kveðjum ykkur skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Landsmenn fá á næstu mánuðum leiðbeiningar frá stjórnvöldum hvernig bregðast á við stríðsátökum eða hættuástandi. Utanríkisráðherra segir ekki ástæðu til að óttast en mikilvægt að vera á varðbergi. Samband íslenska sveitafélaga styður tillögu ríkissáttasemjara til að leysa kjaradeilu kennara. Fundað var stíft hjá sáttasemjara í dag til að freista þess að forða verkfalli. Starfsmenn Palestínu flóttamanna hjálpar Sameinuðu þjóðanna ætla að reyna að halda áfram að veita aðstoð þrátt fyrir bann Ísraela. Yfirmaður hennar í New York segir bannið hafa skelfilegar afleiðingar. Kona á Akureyri óvinnufær og axlarbrotin eftir að rottweilerhundur réðst á hana þar sem hún var á síðdegisgöngu. Lögregla rannsakar málið og óskar eftir vitnum að árásinni. Djúpavogsbúar á öllum aldri lærðu gömlu dansana í vikunni og teljast gjaldgengir á þorrablót annað kvöld. 12 ára piltur æfði með ömmu sinni og þykir efnilegur bæði í vals- og fugladansi. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 kvöld og á RÚV.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Við ætlum að setja bara pínu pressu á okkur sjálf hérna í kvöld og fljúga flugvélinni TF-stuð í kvöld. Þetta frétt?